Góðan daginn. Þá runnin upp dagurinn þar sem við förum að loka Hálsakoti og nú erum við mætt hérna uppbyttir í Hálsakot og ætlum að fara að taka til og ganga frá húsinu eins og við fengum það að láni. Þannig að ég ætla að sýna ykkur inn á og leyfa ykkur að vera með okkur í dag. Hérna eru allar kísur farnar nema eitt sem er hérna inni í hlöðu hjá okkur. En hann er að fara aftur á sinn stað sem hann var í Geldingi í gær. En aðrar kísur eru komnar á heimili eða komnar í fóstur. Þannig að nú það bara ganga frá öllu dótinu sem sjáið, þá erum við mikið að dóti. Ganga frá öllu dótinu, fara með það í geymslu og bíða bara eftir að við vonandi fáum lóð til að setja upp okkar eigið aðhvarf. Við erum að vona að það verði bara snemma á næsta ári. Þannig að nú erum við mættar hérna 3 ár og bíðum svo eftir öllum sjálfboðaliðunum sem ætla að hjálpa okkur að pakka niður og koma þess allir í geymslu. Það er mikilvægt að merkja allt sem við eigum með villikettir og við erum búin að vera að reyna að merkja búrin líka hérna svo við vitum hvað við eigum á búrum og hvar þau eru staðsett. En sum búrin er nú pínu léleg en við reynum að nýta allt. Þannig að þetta er hlaðan og þetta þurfum við að tæma og taka parkettið á gólfinu nema vilji hafa parkettið á gólfinu eigandinn í hlöðunni góðu. En þetta gengur alveg. Hérna er komið fólk sem er að tæma frammi. Við verðum hér alveg allan dag og ætlum svo að enda á pizzuveislu. Allir sveittir að fara með allt út. Matinn, búrin. Gengur bara vel að tæma. Það er verið að fylla skott, það er mat og það er að fylla sendiferðabíl á húsgögnum og dóti. Þetta er heilmikið verk. Það er allir bílar að fyllast hérna af mat og dóti og búið að fara með fyrstu ferð í gáminn okkar þar sem við ætlum að fá að geyma dóti. Ja, við þurfum að geyma dótið svona þangað til við eignumst okkur húsnæði sem verður vonandi fljótlega. Og Matthildur og mat. Við erum kannski að fara að hjálpa henni að opna bílinn. Er það ekki betra? Lenti því bara að bera og svo ég bara snappa á meðan. Þræla þessu stelpum út. Jæja, alltaf gerast. Alltaf gerast. Alltaf gerast. Herðu, það verður bara Tetris í bílnum en Arndísar. Það gerast hérna. Stelpurnar að drífa. Og félagið búið að stækka mikið og komið með útibú í Vestmannaeyjum og Austfjörðum. Þannig að þær ætla að koma og taka eitthvað af þessu dóti. Vantar mat, kúr og klórustaura. Alls konar fyrir starfseminnar þar og pissukassa. Og það er... Við bjökum til þess að hérna fínu forstofu á hesthúsinu til þess að kísuna slippu örugglega ekki út þegar einhver var að koma. Nú þarf að taka forstofuna niður. Þetta var alveg snilldalaust. Bara svona skápur, fataskápur. Og svo voru sett vír fyrir alla glugga, svo hægt var að hafa opið og loft út, en engin kisa myndi sleppa. Þá kom að því að losa forstofuna í burtu. Nú var alltaf að vera smá tómlegt hérna. Það var hérna. Það tæmast. Það er að nýta hjólbörurnar undir þungan sand. Þetta er bara alltaf tómt. Alltaf tæmast. Þetta gengur bara nokkuð vel. Það er ansi mikið að dóti samt sem að þurfum að koma í geymslu. Þangað til við eignumst húsnæðið okkar sem vonandi verður á næsta ári. Jæja, þá hefur verið að taka gólfefnin af
hesthúsinu. Það er bara alveg hellingsvinna í því. Það eru sterkar stelpur hérna í Villingatum. Þannig að nú er að taka allt af gólfunum sem við settum hérna þegar við tókum við. Þá dúkalögðum við öll gólfin. Það er verið að losa hérna af stíunum. Dúkinn er eins og það er auðvelt að rífa þetta af. Og taka vírnetið frá glugganum. Já, hestarnir, þeir eru nú varla að flýja þann út úr gluggana. Er það? Nei. Allt að gerast. Kom svo. Er ekki eitthvað sem sækja fyrir okkur og fara með á Sorpu? Óskum. Það er að þrífa stíuna. Það verið raki undir dúknum, þannig að nú er að smúla allt í burtu, þrífa. Þá þarf að losa parkettið af hlöðunni. Skrúa hérna af og losa. Við parkettlögðum hlöðuna svo það væri meira kósí fyrir kettlingan og læðirna sem voru hérna fyrst. Það var líka grindagólf. Já. Það er allt aftur niður. Já. Það hefði verið vant að allt hruni bara niður í, er ekki eitthvað en undir þá? Ég veit ekki hvað er undir. Já, það ætla að grindagólfin undir. Já, það var svona eins og við fjárhúsum þannig að við höfum verið að veiða kettlingar. Já, það hefði verið vont að missa kettlingarna niður grindagólfi. Jæja, þá búið að taka parkettið af hlöðunni. Þetta er nú ekki alveg kannski einhverja grindur sem kettlingar detta niður en það var nú þægilega að hafa partið. Þetta er semst hlaðan í hesthúsinu. Eftir langan og strangan dag þá eru hérna mættar pizzur til þess að gæða okkur á eftir alla vinnuna. Og þær eru í boði Dominos. Dominos voru svo yndislegir að gefa þessu hörku duglega fólki pizzur. Takk fyrir það. Ekki nóg með að Dominos hafi gefið okkur pizzu, þá gaf Ölgerð okkur svona jólabjór. Þannig að nú verður sko stemming og stuð hjá Crazy Cat-leitið sína í kvöld. Takk fyrir okkur Ölgerðin. Þið megið ekki þá. Ok, takk. Jæja, þá er þessum lokunardegi Hálsakotts lokið og pizzupartíið búið og allir búin að fá yndislega góða pizzur frá Dominos og drekka jólaöl með jólabjór frá Ölgerðinni. Og við þakkum þessum fyrirtækjum innilega fyrir stuðninginn. Það var gaman að geta hist svona í lokin og farið aðeins yfir sögu Hálsakotts. En við fengum þetta frábæra hesthús að láni hjá yndislegum dýravinn þegar við vorum í algjörum vandræðum í sumar. Og fluttum þangað inn og hérna tókum á móti mörgum kísum þangað sem voru í neyð. Og okkur tókst núna síðustu bara viku að losa Hálsakott, finna heimili fyrir alla kísurnar og fósturheimili fyrir eina sem að var eftir. Og það er bara frábært. Þannig að við erum rosalega þakklátt fyrir það. En ég ætla að leyfa ykkur að sjá hvað við fengum inn í gjöf. Það voru nokkuð frábær fyrirtæki sem að vildu styrkja okkur og gefa sjálfboðaliðunum svona skemmtilega fallega gjöf í svona kveðjugjöf en vonandi ekki. Ég vil bara þakka öllum sjálfboðaliðunum fyrir hvað þeir eru ótrúlega duglegar. Ég er búin að horfa á... Hæ aftur, það var smá misskilningur milli mín og Maríu Kristu. Hún kom þannig aðeins inn í snappið en ég ætla að fá að klára snappið og segja ykkur hvað var í fallega pókanu sem við fengum. Það var náttúrulega fyrst hérna kveðjukort sem er vonandi ekki kveðjukort af því að við ætlum að sjálfsögðu að opna nýtt athvarf á næsta ári og vonumst til að allir sjálfboðaliðarnir sem voru að hjálpa okkur í Hálsakotti munu koma og hjálpa okkur þar líka. Við erum bara eftir að finna lóð undir fína húsið okkar og við erum að vinna í því verkefni núna.
En hérna eru kísurnar sem að hafa dvalið í Hálsakoti. Og við þökkum öllum sjálfboðaliðunum fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Þetta var alveg frábært starf sem það runni. Ég ætla að leyfa ykkur að sjá hvað í pókanum. En við skulum gæjast í pókan. Sjá hvað leynist hérna inni. Það er hérna þessi frábæri yndislegi bólur sem að hæfir vel fyrir svona kattafólk. Cats rule the town. Þessi bólur er gjöf frá Hundahólma og fæst í Mál og menningu. Við verum flottar í þessu, þannig að ef þú sérð einhverja konu í svona hvítum kattaból, þá er mjög mikla líkur að það sé sjálfboðali hjá villiköttum. Þannig að við skulum tjekka hvað er meira hérna onni í töskunni. Það er svona minnisbók frá Iðu. Og svo þessir æðislegu vettlingar frá Varma. Þessi koma sér mjög vel fyrir okkur sem eru mikið úti að sinna villiköttunum. Hlýir og góður ullavellingar, 100% ull. Við erum mjög ánægð að fá svona. Kemur sér mjög vel. Síðan er hérna þetta yndislega þvotastykki. Ég á eftir að þetta þvotastykki er eins og súkkulaðikaka. Það verður spennandi að prófa þetta. Og það er eitthvað meira hérna í pókanum. Við skulum tjekka því. Það eru svona skemmtilegi sokkar. Þetta er svo flotti sokkar, sjáðu. Ég elska að vera stelpa. Það er alveg rétt. Mjög flott. Síðan og síðast en ekki síst, þá er hérna súkkulaði frá Omnum. Mér hlakkar ekkert smá mikið til að smakka þetta. Spiced White Caramel. Þetta bara hljómar guðdómlega. Og fallegur köttur framan á. Þetta verður sko jólasúkkulaði mitt í ár fyrir okkur. Og svo síðast en ekki síst þá var þessi æðislega taska hérna. Við fengum svona mismunandi tegundir af töskum. Þessi er alveg frábær, þetta er svona fjölnota póki. Og hann er gjöf frá Anne-Marie. Fæst í Mál og menningu og Iðu. Og takk kærlega fyrir okkur, öll þau fyrirtæki sem hafa styrkt okkur hér í kvöld. Það er rosalega gaman að enda svona góðan vinnudag á góðri pizzuveislu með jólabjór og góðum gjöfum. Það verða sáttir sjálfboðaliða sem fóru að sofa í kvöld. Takk fyrir að fylgjast með okkur. Og hleypi ég Maríu Kristu að. Bye bye.